Gott kvöld og gleðilega hátíð. Þjóðhátíð í hugum okkar allra margt, tilfinning fyrir þjóðlegri samkennd, eftirvænting barnsins, samkoma fjölskyldunar, vinir og kunningjar hittast og umfram allt drögum við fram allt það sem íslenskt Við höfum fyrir löngu ákveðið með hvaða hætti við komum saman og minnumst lýðveldisdagsins og þannig á það að vera. Hátíðahöldin í föstum skorðum, í flestum atriðum, eins og til að minna á að á sama hátt mun íslenskt lýðveldi verða í föstum skorðum svo fremi sem við komum saman og munum að íslensk þjóð hefur aðeins í stuttastund af sögu sinni búið við lýðveldi. Í kvöld bregðum við upp fágætum myndum Vigfúsar Sigurgeirssonar allt frá árinu 1944, kynnum okkur sögu fjallkonunnar, heyrum íslensk þjóðlög og alþýðulög, rifjum upp stúdentsárin, fáum að vita hversu mikil vinna liggur að baki hátíðahöldum og hugmyndafræðinni að baki orðuveitingum. Allt þetta fastir liðir í þjóðhátíðahaldi Íslendinga í því hvernig þeir gera hlutina á 17. júní. Andar suðrið sæla innum fríðum á sjónum allar bárur smáar rísa og flytjast þeim að fögru landi lýsa að Dagskrá hátíðahalda með hefðbundnu sniði eins og það gjarnan orðað og hefst með klukknarhringingum árdegis. Minning Jóns Sigurðssonar heiðruð og ráðherrar og sveitarstjórnarmenn land allt halda ræður. Þjóðhátíðanefndir eru starfandi og Klemens Jónsson hefur verið starfsmaður þjóðhátíðanefndar í Reykjavík í 33 ár. Velkomin hingað, Klemens. Takk fyrir. Hátíðin hér fyrir hádegi mitt í Reykjavík, hún hátíð allra landsmanna, það ekki? Já. Það má segja það vegna þess að hér ríkisstjórnin, forsetinn, erlendir sendimenn og þessi útvarpað til allra þjóðarinnar. Þarna allt saman geirinelt, við höfum ekki breytt miklu. Nei, ég held að því nokkuð föstum skorðum og hafi verið það allt frá upphafi, frá 1944. Því hefur ekki verið breytt mikið, það fast form og því hefur verið fyllt yfirleitt. Þarna safna saman ríkisstjórn og sendimenn erlendra ríkja, hvernig sem viðrar það ekki? Jú, oft helli rigning og oftast, múið segja það. Já, oft manni eftir vondu veðri. Þarna lagður blómsveigur að minnisvarða Jón Sigurðsson. Já, það gerir forseti Íslands og forsætisráðherra, þau ganga þarna út.
og forsætisráðherra hverju sinni heldur þarna ávarp og á milli eru leikin ættjarðarlög, lúðrasveitir og karlakór alltaf þarna. Manni finnst einhvern veginn eins og að einhvern tímann hafi einhver hluti af þessu farið fram á svölum Alþingishússins. Já, það er rétt. Það mun hafa byrjað þannig, ég var nú ekki komið þá til sögunar. Þá var fjallkonan komið fram á svölum Alþingishússins og forsætisráðherra talaði þaðan. Ég man eftir að Ólafur Thors talaði þaðan, ég man eftir því. Þá var ég bara svona þáttakandinn á vellinum. Einmitt. Fjallkonan einmitt er eitt af þessum íslensku fyrirbærum og tengist mjög 17. júní. Já. Að jafnaður það ungar og upprennandi leikkonur sem er falið að fara með það ljóð, það er venjulega ættjarðarljóð. Hvernig veljum við þær? Er það bara svona næsta leikkona? Já, það er svolítið leyndarmál að segja frá því við. Venjulega valið eitthvað sem staðið sig mjög vel á árinu. Já. Og beðið hann að gera þetta. Og það eru venjulega bara einu sinni, ég held að hafa enginn verið oftar en einu sinni. Clemens, hvað stendur þessi fjallkonu hugmynd fyrir eiginlega? Ég held hún sé tákn fyrir íslenskan menningararf, þjóðerni og sögu okkar í meir en 1100 ár. Já. Við höfum lítið þannig á það. Hvaðan kemur þessi hugmynd? Fyrst man ég eftir að þetta fjallkonunafn komið fram í ljóði Bjarna Thorarensen, eldgamla Ísafold, ástkæra fósturmold, fjallkonan fríð. En 1874 á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar þá teiknaði Benedikt Gröndal skáld fjallkonumyndina sem var eins og hvað ég má segja, merki fyrir þá hátíð eða spjald eða auglýsingaspjald. Síðan var gerðan fleiri myndir og sem að betri borgarar römmuð inn og hefði í stástofum sínum. Þú hefur séð svoleiðis myndir, eru til enn mér að segja. Á mynd frá 1958 er ung leikkona í hlutverki fjallkonunar á Austurvelli. Þegar þarna var kom fjallkonan fram á svalir Alþingishússins og hún heitir Helga Backman. Helga, hvað varst að flytja þarna? Ég flutti þarna lengsta ljóð sem fjallkonan hefur flutt, 17. júní, og höfundurinn var Einar H. Jónsson. Og ég veit ósköp lítið manni nema mig minnir að hann hafi verið guðfræðingur. En bjó langan tíma í Danmörku, var mér sagt. En hvað það? Þetta var ljóð sem tók tæpan hálftíma í flutningi. Og ég ferðaðist með strætisvagni á þessum tíma vegna þess að við vorum ekkert mjög rík við Helgisson í upphafi. Og ég var nýbúin að eignast eldri son okkar þarna. Og ég mani ég var svo horuð að skautbúningurinn sem ég fékk að láni hjá mætri konu í bænum og þurfti að sníkja hann sjálf af því embættið átti engan búning, að hún var bara vel á sig komin manneskja eins og það heitir svona, hvað heitir það, medium, já, og ég var svo horuð að það var að stoppa búningin allan upp með bómull til þess að hann héngi ekki bara eins og poki á mér. En ég lærði gjarnan í stræt og þetta ljóð og náði því að lokum og naut ekki neitt, víst. En ég gleymi aldrei þessari tilfinningu að koma út á svalir Alþingishússins og byrja að flytja ljóðið vegna þess að það bergmálaði svo sterkt að ég fekk alltaf línuna í hausinn aftur leið því ég var búin að flytja hana. Þannig að það var eins og tvær manneskjur væri að kallast á, sikkvort með Austurvöll. En hvað það? Það var rjóma logn og glampandi sólskinn og mér fannst ég aldrei hafa síðan slíkt mannhaf. En auðvitað er þetta rosaleg tilfinningasveifla að gera þetta. Sem betur fyrir að vera gott veður undir hálftíma ljóði. Oft getur þetta nú brugðið til beggja vona. En fjallkonan, leikkonur sem valdar eru til þess að flytja þetta ljóð, þær eru gjarnan valdar með, og að hafa haft að hliðsjón að þær hafi staðið sem er sérstaklega prýði þetta árið. Fyrir utan barneignin, manstu hvað þú hafðir gert stórkostlegt? Nei, það kannast ég ekki við, en ég veit að ég var búin að leika nokkur hlutverk hjá
Leikfélagi Reykjavíkur, ég byrjaði þar og ég hef trúlega verið búin að leika Kjarnorku og Kvennhýlli eftir Agnar Þórðarsson og mér minnir líka Dísu í Galdralofti. En ég þori ekki að telja upp fleiri hlutverk, en þetta voru svona þessi stærri hlutverk sem voru í upphafi míns ferils. Ég byrjaði sem betur fer í mjög smáum hlutverkum. Nú á Fjallkonan einmitt að vera svona ímynd þjóðarsálarinnar, landslagsins, jöklanna og þessa krafts sem að býr í íslenskri náttúru og íslenskri þjóð, ekki satt? Hvernig gekk þér og fannstu fyrir því hvað þú svona hélst utan þessa ímynd? Mér fannst ég ekki gegna þessu hlutverki sem ímynd Íslands. Það er nú svo margslungi að ég skil ekki alveg hvernig ætti að fara að leika það. En ef ég tala fossa, jökla, fjöll og runna og fögur engi. En hérna ég var nú í fyrsta lagi að reyna að skila þessu ljóði sem mér þótti afskaplega vel samið, vel ort ljóð og það var gífurlega bæði sterkt og blítt. Þetta er auðvitað mjög hátíðleg stund og þegar ég var þarna á Svölunum þá það er bara forsætisráðherra og Fjallkonan sem kom út á svalirnar og ótrúlegt fyrir unga manneskju að horfa yfir þjóðina á Austurvelli. Það er mjög sérkennileg tilfinning og maður verður auðvitað uppnuminn. En ég lenti í þessu aftur 77-8 og þá var það á Austurvelli því að þetta hætti fljótlega eftir að ég var þarna fyrst. En mér fannst alltaf, þegar ég var svona krakki og seinna á Austurvelli, þá fannst mér alltaf flottar að sjá Fjallkonuna þarna uppi. En hvað það? Þetta er smekksatriði eins og annað. En ég man að þegar ég var beðin að gera þetta aftur, þá ég hafði eytt svo miklum peningum í að gera þetta í fyrra skiptið því ég þurfti að taka mér leigubíl, hýrða búninginn og fyrir nú utan að sníkjan og síðan auðvitað senda þessari góðu konu blóm til að þakka fyrir og síðan að fara í hárgreiðslu og þetta kostaði allt sitt þannig að ég var alveg staurblöng eftir að hafa orðið þessa heiðurs aðnjótandi. En síðan þegar ég var beðin þetta aftur þá sagði ég, og mér var tilkynnt að þetta væri aftur svona mikill heiður, að þá sagðist ég bara ekki hafa efni á að taka við þessum heiðri tvisvar. En þá sagði maðurinn sem hringdi, veistu, við erum með fundi í kvöld, má ég hringi þig aftur? Og ég sagði, gerðu svo vel. Á þessum fundi er samþykkt að greiða Fjallkonunni laun, svona sambærileg laun og kannski einhver skemmtikraftur fékk 17. júní. Ég held það hefði verið síðan. Þannig að við erum góðið með Fjallkonuna á launaskrá. Já, ég þykist hafa staðið þarna í ákveðinni baráttu fyrir hönd Fjallkonunnar. Það er einkenni á hátíðisdögum að safna saman og ganga í skrúðgöngu. Hér á landi viðrar misjafnlega til göngu en á 17. júní láta menn ekki veðrið á sig fá heldur fagna lýðveldinu í sól og sumaril eða beljandi útsýningi eins og allt eins getur verið þótt komið sér fram í júní. Hvítir kollar settu jafnan svip á hátíðahöld á 17. júní. Ný stúdentar höfðu nýlokið prófum og hlutur þeirra var mikill og er enn.
En það til dæmis siður að nýstúdentar aðstóði við að leggja blómsveig að styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli. Hjá mér eru 2 skólamenn og stúdentar, Jón Gissurarson, fyrrverandi skólastjóri og Guðni Guðmundsson, rektor Menntaskólans í Reykjavík. Velkomni báðir 2. Jón, þú útskrifast fyrir rétt rúmum 60 árum, 1929. Hvaða þýðingu hafði þetta próf fyrir þig? Þetta próf hafði bara eina þýðingu sem slíkt. Það var inngang að geta komist í háskóla, hérlendis eða erlendis. Og það var tekið gilt í öllum löndum sem ég veit um. Nú fóru náttúrulega miklu færri í menntaskóla, var það ekki á þessum tíma? Jú, við vorum til dæmis 36 þetta ár, 2 af utanskóla og reyndar voru nú byrjaðir að útskrifa stúdenta fyrir norðan þá. Manstu eftir þessum degi, hvað gerðuð ykkur til gamans? Skólanum var slítið á sal. Þar kom eitthvað af gömlum stúdentum. Ég man eftir Davíð Skeving Thorsteinsson. Hann hélt ræðu, kannski hélt nú fleiri, og hélt ræðu á latínu. Sem við skildum nú víst mjög takmarkað. Hérna á eftir þá bauð rektor stúdentum heim til sín, hann bjó í Tjarnargötu. Nú, svo mun það hafa verið daginn eftir, þá var farið til Þingvalla, það var hefð þá. Gist að reyna nótt, þar að segja, það var vakað. Dömurnar þessar 6, þær fengur reyndar einhver afdrep, einhver herbergi, en við hinir ekki. Við áttum að fá veislukost, það fór út túfur. Því að auðvitað verið að sulla eitthvað í víni og kokkurinn komst í vínið og var óvinnufær. Hjá ykkur, Guðni, þú útskrifast hvað? 15. júní 1944. Já. Af hverju þennan dag? Já, það nú aðalega vegna þess að ég var stúdent á norðan og það nú kannski pínlítið feimnismál. En það var ákveðið að slíta 15. til þess að stúdentarnir á norðan kæmust á Þingvöll til að vera viðstaddir lýðveldisstofnunina 44. Og ég held að þetta hafi nú verið bara í eina skipti sem að slítið verið svona snemma í Menntaskólanum á Akureyri. Ég held að þeir hafa alltaf haldið sig við 17. sko. Nú, það lá svo mikið á, það var nú engin skipuleg ferð okkar suður, samt. Heldur fórum við svona eins og besti gátu með rútum og margir fóru náttúrulega ekki. En það var skotið undir mig í flugvél, það að segja, pappi sendi mig miða og ég flaug þá þarna í fyrsta skipti. Þetta hafi verið stóri dag. Mér minnir að þetta hafi verið Beechcraft-vél og Örn Jónsson flugmaður. Flogið frá Melgerðismelum. Það var mikið upplifelsi að fljúga. Eiginlega sem ég man mest eftir úr þeirri flugferð er það að það voru þarna hjón frá Siglufirði og aumingja konan, hún ældi látlaust alla leiðina frá flugtæki og til lendingar í Reykjavík. Það var skelfing að horfa upp á það. Ég hafði ekki gert mig grein fyrir að menn geti orðið flugveikir eins og sjóveikir. Og þú hefur svo bara skundað á Þingvöll? Nei, svo vaknaði ég 17. júní við þessa óskaplegu rigningu. Og það sem að mínir félagar voru svo sem ekki með nein skipulagða ferð þarna og ég vissi ekki einu sinni að því hve margir vorum í bænum, þá var nú því miður kannski niðurstaðan svo og ég satt heima og hlustaði á allt saman í útvarpi. Já, þú fórst ekkert á Þingvöll eftir það? Fór ekki á Þingvöll, nei. Þáttur stúdenta í hátíðahöldum á 17. júní, hann hefur svolítið dregið saman, hann hefur breyst. Hvað þykir ykkur
hvað finnst ykkur það, Jón? Finnst ykkur eins og að þáttur svona skólans og menntunin hafi dregið úr henni? Já, stúdentar voru höfðingjar á mínum árum. Það var engin almenningur. Og stúdentahúfuna báru menn meðan hún bara tóldi saman og eiginlega fínni eftir því sem hún var orðin ljótari. Stúdentar þekktust ekki aðeins nýstúdentar þennan eina dag, heldur dag eftir dag. Þetta vægi stúdentana, það hefur auðvitað breyst, það ekki vegna þess að menn eru að taka stúdentspróf svona bara yfir allt árið? Það ekki? Ég held að sé nú byrjað áður, það bara, ég held bara fjöldinn. Þetta orðið svo margt og þetta orðið svo hversdagslegt í raun og veru að þetta hefur ekki sömu, hvað ég var að segja, sömu reisn eins og það hafði í gamla daga kannski. Já. Það að vonum til mikil tónlist sem að tengist stúdentsárunum. Menn eru fljótir að gleyma, hvað ég var að segja, andvökunóttum, prófskrekk og áföllum sem að menn sáu naumast út úr þegar þau dundu yfir. En nú þessi tími umvafinn miklum ljóma. Þið stúdentsárin æskuglöð sem oft við minnum síðar. Þið runnu burtu helst til röð í hafsjó firði tíðar. Og ekkert að sem þar gengt mun þaðan bást eilíð heitt og og premutatiorerum. Hvar hinn djarfa unga sveit sem var kapp og hiti og gerðist aldrei undir leit þótt auraláni driti. Æ, hún núna harla dreif í hversdagsleikans gráa deyfð og og premutatiorerum. Eitt lætur vitast lærdóm sinn í lagabraski og refjum, en þungan róður hefur hinn að halda bekk í skefjum. Einn boðar sálum syndagjald, einn setur bót á þeirra rillatjald og og premutatiorerum. Þótt aldursmörkin offrir sér og ytra breytist hamur, mestum verð ef ennþá hinn innri maður samur. Í brekki lífsum hópinn morg skal hvíslast jafnan loginn bormið hann skal til hins innsta og svína brjóstið innsta. Þjóðin stendur í þakkarskuld við fjölda manna sem skarað hafa fram úr í atvinnu og menningarlífi. Tvisvar á ári, á nýársdag og á 17. júní, íslenskum þegnum þakkað með því að veita þeim orður. Dr. Jónas Kristjánsson formaður orðunefndar. Velkomin hingað. Hver hugmyndafræðin á bakvið þessar orðuveitingar? Já, það að sjálfsögðu eins og kom fram hjá þér í þínum upphafsorðum að umbuna þeim mönnum sem vel hafa gert, hafa staðið sér vel með ýmsu móti, en auðvitað ekki hægt að umbuna öllum sem væru verðugir, það ljóst. Við höfum gert þetta hvað, frá 1918? Já, það var einhvern tímann rétt eftir að Ísland var sjálfstætt, 1918, já, þá þurfti margt að gera í nýju ríki og áður höfðu verið danskar orður og það var ekki hægt að halda því áfram, svo að þá var fitjað upp á þessu að hafa sérstaka íslenska orðu sem var svo búin til og nefnist fálkaorðan. Orðuveitingar af þessu tagi, þar hafa alltaf verið
umdeildar, er það ekki bara allar götur frá því? Jú, það hlýtur að verða svo. Það verður alltaf umdeilt og álitamál. Af hverju? Hvað finnst fólki? Já, einhver annar hefði nú frekar átt að fá það heldur en þessi og svo framvegis og það er óhætt að segja það hér á landi þá er meira það að svona, ef við getum sagt alþýðu fólki veitt orða heldur en annar staðar og þá verða auðvitað ágreiningstilefnin en þá fleiri og ekki viðlitað veita öllum. Þá oft verið að reyna að velja fulltrúa stétta, fulltrúa landshluta, fulltrúa kynja og svo framvegis og verða að hafa það í huga að það get ekki allir fengið sem að væru verðir. Þeir fá þetta sem fulltrúar sína stétta og svo þetta af eigin verðleikum að sjálfsögðu. Dr. Jónas, hvað fá menn svo? Já, það eru 4 mismunandi stig af orðunni. Að sjálfsögðu þetta eftir erlendum hliðstæðum hér í löndunum í kringum okkur. Fyrst svokallaður riddari og þá orðan borin í barminum, vinstra megin. Síðan kemur stórriddari, svonefndur. Það svolítið stærri kross og hann borin í bandi hálsinn. Og síðan þriðja stigið, það þá stórriddari með stjörnu, þá bætist við stjarna sem borin hérna vinstra megin á brjóstinu. Og efsta stigið svokallaður stór krossriddari og hann ber orðuna í bandi, dálítið breiðu bandi, sem liggur yfir vinstri öxlina og orðan borin hérna á hægri mjöðminni. Eru þið sparir á þessi efstu stig? Já, það víst mjög fáir sem hafa það stig núna og yfirleitt þá nú algengast að byrja á riddara, venjulegum riddara og satt að segja þá höfum við kannski verið fullsparir á hærri stigin og ástæðan vafalaust sú að þá geta færri hverju sinni fengið neðsta stigið eða byrjað komist inn í fengið orðuna og það eru margir sem kallaðir hverju sinni svo að ég skal játa það að við hyllumst kannski heldur of til þess að veita venjulegan riddara. Það hafa orðið breytingar á hátíðahöldum á 17. júní. Þjóðhátíðarnefndir hafa haft við ýmsan vanda að glíma og reynt að bregðast við honum með breytingum. En svo virðist sem við séum ákaflega fastheldin á samkomuhald á þessum degi. Já. Hvað höfum við verið að gera? Til dæmis hér í Reykjavík þá hafa menn, þvælt þessum hátíðahöldum svolítið. Já, það var mikið talað það tíma að flytja þetta inn í Laugardal. Og það var gert. Ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það var, hvort það var 63 eða 4 og vorum þar tvisvar sinnum. Ég held ég færi rétt með það mál. Og það mistókst. Fólk vildi ekki koma þangað. Við lentum í mikilli rigningu og og fólki leið ekki vel. Fólkið vill koma í gamla bæinn á þessum hátíðisdegi og vera í Kvosinni og Austræti og Austurvöll, það ráða heima. Það búið að reyna líka að fara með þetta út í hverfin? Já, það var farið með dansleikjan út í hverfin tíma og það tókst ekki öllu leyti vel heldur. Það var út af því að það var orðinn svo mikið drykkjuskapur og sóðaskapur í miðbænum. Það voru þá glerbrotum allar götur, bréf af pulsum og ís og þess áttar sem var talsveit sóðarætt og leiðilegt. En það heppnaðist nú ekki öllu leyti og nú á síðar árum hafa þessi dansleikir verið haldnir yfirleitt í miðborginni, þeir hafa stundum verið í Laugardalshöllinni og víðar og ég hef grunum að það verði þannig áfram. Það stefnir sem því það að þetta fari aftur í sama gamla formi? Sama gamla formi. Fólk fastheldið á þessa hluti. Áttu von á því í þessu mikla fjölmiðlafári sem gjarnan nefnt að vægi þessa dags minnki? Ég vona ekki og ég held ekki. Ég virðist að fari heldur vaxandi að fólk hafi meiri áhuga á þessu og við eigum að hafa það. Þetta okkur þjóðhátíðar dagur og við höfum setja okkur metnað í það að þetta fari vel og virðulega fram.
blómin springa út og þau svelgja í sig sól. Sumarið í algleymi og hátt á venni jól. Í hjarta sínu fólkið gleðst og syngur lítið lag. Því lýðveldið Ísland á afmæli í dag. Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Jóni heitum Sigurðssyni færir forsetinn, Birna mikinn árvissan og stóran blómsveginn. Jarðkonan í úmberingu brílar upp á papp, með brjáli lesum ljóð, eftir löngu daunan kall. Húrra! Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Skrúðgöngurnar framma undir lúðrasveitaleik, lítil börn með blöðru, hinn eldri snaps og reik. Síðan líður dagurinn við hátíðanna höfn, heitar jeplar pilsurnar við fjölmörg sölutjöld. Jú, pilsurnar alla! Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Æ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17. júní. Kvöldið eru allstaðar úti dansleiki, að sunnan koma rándýrir skemmtikraftarnir. En rigning bindur enda á þetta gleðigey, því gáttir opnast himinn, svo allir fara heim. Hæ, hó, jippi, ei, ó, jippi, ei, það kominn 17.